Erla Ásdís Ingu Natalía hér. Skyndihjálp ætlum við að kenna þér. Hlustaðu og lærðu, þú skalt fylgjast með, því að þú veist aldrei hvað getur skeð. Ef þú einhvern fattinn sérð, þá þú strax að hjálpa ferð. Gáir hvort að hjartað slær, kallar á hjálp helst í gær. Horfa, hlusta, finna, það virkar ekkert minna. Ef öndunin engin, þá skaltu ná í þinn. Hringi 112 og síðan skaltu svo sækja hjartastuðtæki, það sniðugt hjálpartæki. Á meðan beðið þarf að hnoða oft. Einnig þarf að blása bara 2 sinnum þó. Hnoða, hnoða, blása. 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 Og bíða eftir hjálp. Meðan verið að hnoða þarf að hafa hendur beinar. En hjá börnum skaltu reyndar bara nota eina. 2 fingur nóg hjá unga börnum. Samvinna þetta hjá öllum viðstöddum. Ef að drukknun the case, þarf að byrja á því að blása. Sama á við ef barn að ræða. Halla höfði aftur og grípa fyrir nef. Brjóstkassinn mun lyftast ef þú gerir þetta vel. Hnoða, hnoða, blása. 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 Og bíða eftir hjálp. Hnoða, hnoða, blása. 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 Og bíða eftir hjálp. Jæja, þá hjartastuðtæki mætt á svæðið. Bjóðum það hjartanlega velkomið. Það svo sem ekkert flókið að nota það. Maður opnar bara tækið og setur það í gang og þá leiðir mann í gegnum allt ferlið. Fjarlæga þarf öll föt og hár af brjóstkassanum áður en rafskautin sem finna má í tækinu sett á eins og tækið segir til Smá óþægilegt en hvað gerir maður ekki til þess að bjarga lífi. En það mikilvægt að halda áfram að hnoða á meðan maður hlustar á fyrirmælin í tækinu. Peace out.